eftir öll verk í kringum þessa varnargarða þá verða verkin hér og eftir bara hálfgert frat sko, þó þau séu fín. Þetta öðruvísi umhverfi, það vinna alltaf með eldgos eða einhverja jarðhræringar yfir sér. Við erum að tala það að hraunið hérna á Bláalánsveginum, hérna, komið hérna, fullir í ferð hérna neyrir. Þetta rosalegt. Hættustigi almannavarna hefur verið lýst yfir vegna jarðskjálftahrinu við Sundhnúkagíga norðan Grindavíkur. Stærsti skjálftinn mæltist 5,2. Já, 10. nóvember 2023. Það er svona dagur sem maður gleymir seint allavega, ef nokkuð tímann. Ég var nýbúinn að vera niðri í Svartsengi yfir daginn og kominn heim aftur. Þegar við fáum svona veður af þessu hvað er að gerast. Og þá að tala það væri komin kvika undir Grindavík og starfsfólk okkar þarf að yfirgefa Svartsengi. Og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem maður er ekki að díla við á hverjum degi. Grindavíkurvegi hefur verið lokað eftir að hafa farið í sundur í jarðskjálfta í kvöld. Fluglitakóði Veðurstofu hefur verið færður upp á appelsínugult sem þýðir að líkur eru á aukinni eldvirkni. 10. nóvember þá haft samband við okkur upp á hádegi, það voru jarðskjálftar, miklir jarðskjálftar byrjaðir þarna morguninn. Þá fáum við símtala að setja okkur í startholurnar að koma þarna með eitthvað tækjaflota. Óskilgreint hvað það væri, bara það sem þyrfti. Það var búið að vera eldgos í Fagradalsfjalli og þannig að við vissum alveg að það var eitthvað náttúrulega í gangi á þessu svæði og búið að vera en við náttúrulega bjuggumst ekki við því sem gerðist svo. Við komum hérna í Svartsengi, 10. nóvember og það var eiginlega hálf óhugnilegt að vera þarna, það var svo miklir skjálftar. Vinnubúðirnar sem við vorum í, þær hreinlega bara hoppuðu og allir tölvuskjáir og glös og annað, þetta bara lá þetta var eins og þetta loftarás þarna inni. Eftir þetta þá var öll vinna stöðvuð á Svartsengi í óvissan tíma og fara að vinna í því hvernig við gætum tryggt verkefni það sem var búið að gera og hvað ætti að gera í framhaldinu og unnið þétt með þeim verkkaupa í að finna leiðir hvernig við gætum lágmarka bara tjón og líka tryggt að framkvæmdin ætti einhverja framtíð fyrir sér. Og svo samtímis þessu þá fara yfirvöld strax af stað með byggingu á varnargörðunum. Og það fer mikið viðbragð bara hjá verktökum af stað í að manna þetta og setja tæki til verksins. Og þetta var gert í mikilli samvinnu allra verktakana og almannavarna og verkfræðistofana. Þegar þetta kalli kemur 10. nóvember þá vissum við hvað við gætum gert með litlum fyrirvara en kannski gerðum aldrei okkur grein fyrir hvað við erum að fara að gera. Morgun eftir þá boðaði ég verkstjórana bara saman hérna í húsi og við fórum að undirbúa okkur. Þannig að þegar kalli kemur svo miðjandag á mánudag þá vorum við sjálfur sér eiginlega eini verktaki sem var tilbúinn. Sem kannski gerði það verkum að við vorum fengnir að einhver leyti til að leiða verkefnið í stjórnun á staðnum sko. Þannig að á mánudeginum 14. nóvember þá setjum við flotann af stað og hann óx mjög hratt. Við förum mjög fljótlega vaktir og vinnum frá 8 á morgnana til 7 á kvöldin. Svo kemur klukkutíma pása og þá kemur næturvaktinn og vinnur sama vinnutíma í varnargarðagerð. Þetta var skemmtileg stemming, maður var svolítið þreyttur svona á köflum og sérstaklega þarna til að byrja með sko. Ég var á næturvöktum frá þarna upphafi þegar stóru skjálftarnir urðu og alveg fram að jólum og fór svo næturvaktir aftur eftir jól líka. Þannig að þetta var töluvert törn sko, en stemmingin var mörguleyti skemmtileg og það eins og sé einhver svona innbyggður svefngalsi svolítið í manni og menn eru aðeins svona að skjóta á hvorn annan og fíblast aðeins svona og vera léttir.
Fyrir mennina sem eru þarna alla daga á staðnum þá er náttúrulega rosalega langa vaktir. Vinna 6, stundum 7 daga, við heldum mest unnið 20 daga samfellt án frís. Og við förum bara að byggja þessa varnargarða þarna og svo í desember þá er ég hérna næturvakt og þá fæ ég hringingu frá almannavörnum að mögulega sé að byrja gos. Og svo labbaði ég frá tölvuskjánum mínum og inn í matsal. Og þá sé ég bara á skjánum inn í matsal þegar að gosið byrjar. Og við erum með, ég veit ekki, 20 manns að vinna þetta. Jarðskjálftahrina hófst við kvikugangi norður að Grindavík klukkan 9 í gærkvöld og klukkutíma síðar eða 17 mínútur yfir 10 hófst gosið milli Sýlingarfells og Hagafells. Strax var það ljóst að gosið var mun öflugra en þau 3 síðustu. Við rýmdum bara allt og allir fóru af svæðinu. Ég var þarna eftir bara til að sjá svona hvernig þetta myndi þróast og svo var það svo sem ákveðið í samráði við almannavarnir að koma að tækja fólki aftur á staðinn þannig að við gætum haldið áfram með varnargarðana því við svo sem vissum ekkert hvert þetta færi og þetta var tiltölulega langt frá okkur. Þannig gekk það nú fyrir sig, fyrsta gosið. Tækjakosturinn þarna var náttúrulega gigatískur svona á einum stað. Ítan hjá mér er 22 tonn sem að ég var á þarna og svo var allt í einu komin íta sem var 122 tonn. Mér fannst ég rosalega lítill kall. En það er náttúrulega, þær hafa náttúrulega svolítið sitt hvort verksvið, önnurinn náttúrulega er bara að safna saman efni og losa það og íta því saman svo að setja mókaði og trukka eða ryðja því upp í garð. En svo kemur þá að mér að fara upp á garðinn og slétta úr því sko. En þessar stóru jarðýtur eru náttúrulega bara eitthvað annað sko. Að megninu til voru þetta bara frábært svona að sjá hvernig var hægt að koma saman öllum þessu stóra tækjaflota. Þegar við komum á jólafríi, 3. janúar, 4. eitthvað svoleiðis, þá er komið gó á það að fara og byggja varnargarðana í kringum Grindavík. Og við förum á stað í það. 15. janúar, þá gís í kringum Grindavík og við fáum sprungun í gegnum garðana sem við vorum að vinna við nokkrum dögum áður. Og þar upp á garðunum geymdum við tækin og það hófst ægilegt kapphlaup að ná þeim öllum þarna í burtu. Erum við góðir? Ef þið eru eitthvað smeykir við þetta, þá notið þið hræðsluna í að einbetta ykkur. Eins og kannski bara öll þjóðin fylgdist með yfir sunnudagssteikinni. Þá var þetta svolítið virkaði þetta svolítið glæpsamlegt það sem við varum að gera en þetta var svo sem ekkert eitthvað brjálæðislegt þegar við vorum á staðnum. En við lentum svo sem aðeins í vandræðum, það vantaði lykil í eitt tæki og hraunið að koma og þetta var svona aðeins stressfaktorinn fór svolítið hátt þarna. Já, þetta er alltaf í hausnum á manni, þetta bara fer ekki það. Það er bara sem dæmi helgar eða eitthvað þegar maður er að fara eitthvað með fjölskyldunni, eitthvað að þvælast þá er alltaf hugsunin bara hvernig, ef að gís, hvernig get ég losnað við fólkið og þannig að ég kom í stuðréttið. Þú svo sem átt ekkert líf. Það er bara þannig, en ég á fyrir betur fyrr bara góða fjölskyldu sem hefur skilning á þessu og sætti sig að lifa með þetta tímabil bara. Maður horfir á þetta bara sem eitthvað ákveðna vertíð eða hvað það á að kalla það og svo klárast þetta nú einhvern tímann.
Við varnargarðaframkvæmdina búið að framkvæma bara stórvirki. Það búið að flytja 3,5 milljón rúmmetra jarðvegs, ýta því upp, keyra það til og leggja það í varnargarða. Varnargarðarnir spanna nú yfir 13 kílómetra og þeir mynda skemmtilega formi G fyrir Grindavík og það eru 30 kílómetra vegum líka sem liggja þarna kringum varnargarðaverkefnið. Þannig að þið sjáu það öll að þetta er stór framkvæmd. Svo var þriðja gosið þegar að Njarðvíkuræðin fór í sundur. Mikið tjón varð á innviðum í eldgosinu sem hófst á Reykjanesskaga snemma í morgun. Hraun rann tæpa 5 kílómetra frá gosstöðvunum og yfir Grindavíkurveg. Hraun flæddi yfir heitavatnslögn við Svartsengi og heitavatnslaust varð víða á Suðurnesjum. Unnið er í kappi við tímann að gera við lögnina en varabirgðir eru að klárast. Og þar stóð Ístak sig alveg gríðarlega vel að smala saman suðumönnum frá alls konar fyrirtækjum, unnuð þarna allar sólarhringinn að koma vatnið á Njarðvík. Ég veit ekki hvort það hafi verið 6-8 stiga frost þarna þegar var verið að þessu. Ég kann ekki lýsingarorðin einu sinni yfir það hvað þessi menn stóðu sig vel þarna í þessu. Það var mjög kalt á þessum tíma. Það var búið að vera mikið kuldakast þarna og það var engin hitun á Suðurnesjum þessa daga. Þannig að það var mjög aðkallandi að ná að koma þessi gegn og það fundu allir til þeirra ábyrgðar að það yrði að gera eitthvað í þessu hratt og örugglega til þess að laga ástandið. Ofan og það náttúrulega kemur að þarna undir er svo Keflavíkurflugvöllur líka sem er lífæð samfélagsins, hvort sem þú horfir til gjaldeyristekna, bara almennt það að geta verið í sambandi við umheiminn. Það var ansi mikil læti að koma sér saman og draga lögnina yfir og sjóða og draga og sjóða og tengja síðan og hleypa á eins hratt og mögulegt var sko. Og þetta var ábyggilega slegin einhver met þarna í vinnurhraða og allir þessi verktakar sem kom að þessu alls staðar að, allir tilbúinir til þess að leggja á sig alla þessa vinnu til þess að þetta gengi upp. Og þetta var bara magnað að geta fengið að taka þátt í þessu sko. Við gáum þeim verkáætlun upp á 1 viku sem er svona, var helmingi styttri heldur en svona eðlilegu tími með þann fjölda suðumanna sem við höfum fundið. En þetta kláraðist á 30 tímum þegar á reyndi og suðumennirnir sem að hingað til hefur samfórtingum það að taki 2 klukkutíma að sjóða saman eitt svona rör þegar þeir voru komin niður þegar að gera það á 25 mínútum. Þá hugsaði svona staðarstjórinn að það var ýmislegt tækifæri í framtíðinni. Þetta var náttúrulega vetrartími og það lá allt undir að koma hita á hús í þessu sambandi og hver klukkutími skipti gríðarlega miklu máli. Þess vegna var lagt svona mikið upp úr þessu og allir lögðust á það að reyna að koma vatni og hita á húsin í öll þessu bæjarfélögum sem að lá undir. Suðurnesin voru bara undir þarna og allir heima að kynda með rafmagni sem var ekki til. Og það var haldið þarna dampi, fullum dampi að sjóða og í rauninni ótrúlegt afrek sem var unnið þannig í magna vinnu sem var framkvæmt á stuttum tíma. Það liðu ekki 2 sólarhringar frá því að það kom í ljós að þessi lögn væri ekki að virka sem var búið að tengja þarna, þangað til að það var búið að draga nýja lögn yfir hraunið og tengja hana og heitt vatn farið að renna aftur til Suðurnesjanna frá Svartsengi. Svona lykil þáttur í þessu skipulagi var að það var sett svona framleiðslulína sem var bara unnið á. Það var unnið á framleiðslulínu þannig að þetta gekk alveg eins og í sögu. Og svo voru hérna okkar lykilmenn verkstjórarnir okkar hérna strákarnir í vélsmiðjunni, Gústi og svo Gulli sem var raunverulega drógu vagninni í þessu skipulagi. Þannig að þetta tók alveg ótrúlega skamman tíma og þetta er svona sá hlutur held ég sem ég er stoltastur af í þessu verkefni sko. En þetta voru 3 sólarhringar sem fóru alveg í þetta. Það var þarna eftir gosið þegar fórum við lögnina. Þá þurftum við að fórum við á móti hvor öðrum, ég og annar á svona sambærilegri jarðýtu og ruddum, þá var hraunið 2 daga gamalt. Og það var svolítið töff, maður fór svolítið rólega til að byrja með. Ég veit ekki hvað það má segja frá því, en
Ég varð bara að grípa tækifærið þegar ég var kominn þarna út á 2 daga hraun þá stoppaði ég ítuna og stökk út á beltið og prófaði að míga á nýtt hraun. Ég bara varð að prófa það. Það ekki allir sem hafa gert það. Það kom bara vond lykt. Ég meina, hvenær átti ég að gera þetta annars? Ég er staðarstjóri hjá Ístak. Í augnablikinu er ég að vinna í Svartsengi við stækkun virkjunar fyrir Hásorku. Sú framkvæmd hófst í ágúst 2023 og verður alveg fram í lok október á þessu ári. Þetta er búið að vera alveg rússíbani. Þarna í október 2023 að þá byrjuðu rosalegir skjálftar í Svartsengi og þannig að við vissum alveg að það var eitthvað mikið í gangi og síðan alltaf bara versnaði ástandið. Alveg fram í nóvember þegar kvikuhlaupið var og þá rýmum við bara svæðið og svæðinu er bara lokað fyrir almenning. En síðan þá hefur þetta allt saman svo sem gengið betur og við erum búin að læra ýmislegt, við erum búin að læra að byggja virkjun á jarðhræringatímabili. Öryggismál voru ansi ofarlega þarna á hverjum einasta degi. Undankomuleiðir alltaf klárar sko. Og við þurftum auðvitað að hugsa það þegar við byrjuðum að hífa að vera vel undirbúnir, geta bakkað eða klárað á þessum stystu tíma og komið okkur í burtu. Það var áskorun alla daga sko. Og eins það skilja við verkstæðin þannig á hverjum einasta degi að það væri ekki alveg víst að við kæmum aftur á morgun. Jarðvarmasvæði er hættuleg svæði. Það er gasmengun, það er gufa, það er heitt vatn. Og við erum í rauninni eins og í þessari mannvirkjagerð, þar sem við erum að byggja virkjun, að við erum ekki að byggja fyrir fólk. Þessi rými eru ekki gerð fyrir fólk, þau eru gerð fyrir vélbúnað. Þannig að við erum að byggja hættuleg rými, þar sem getur safnast fyrir gas, vatn, háspenna, háspennustrengir og bara rauninni allt sem getur drepið þig. Ofan á þetta er náttúrulega að bætast svo þessi hætta frá eldgosi. Bara rauninni frá upphafi framkvæmdar þá erum við bara búin að leggja rosalega mikla áherslu á að gera ítarlegar áhættugreiningar sem að rauninni öryggisreglurnar okkar byggja á. Síðan þurfum við að þjálfa náttúrulega starfsfólki upp í þessum reglum. Og það hefur verið alltaf markmið okkar, bara síðan við hófum þessa framkvæmd, að allir fari heilir heim. Við hættum ekki út af jarðskjálfta. Við fundum fyrir því alveg. Fyrst og fremst svona ónotalegt. Og þá aðalega fyrir útlendingana sko. Þeir gera sér ekki grein fyrir þessu sko. Þeir vita ekki að þetta hættir sko. Og þeir veit ekki hvað gerist næst. Svona við þykjumst vera svo kaldir og klárir að við þurfum ekki að hafa neina áhyggjur af þessu. Sem er náttúrulega ekki rétt heldur. Hásorka er í verkefnum okkar, hann óskaði eftir því að loka dagsetningu á framkvæmdinni yrði ekki seinkað. Þá þurftum við að grípa til þess ráðs að fara að vinna bara næturvaktir líka. Þannig vorum við að vinna 11 tíma dagvaktir og 11 tíma næturvaktir og við náðum því. Við náðum að vinna upp tapaðan tíma, við náðum okkur á áætlun og náðum að skila af okkur öllum byggingum á réttum tíma. Það verður ekki orðinni seinkun á framkvæmdinni sjálfri. Á sama tíma það komið 7 eldgos og við þurftum að rýma og stöðva framkvæmdir. En með bara góðri skipulagningu þá höfum við alltaf náð að vinna okkur upp aftur og ná okkur strik. Ég trúi því að það hafi gengið vel. Það hafa menn viljað fara af svæðinu, þeir bara hreinlega treystir sig til þess að vera og við bara skiljum það mjög vel. Þá fer það bara að vinna einhvers staðar annars staðar, í annarri framkvæmd. En í dag þá líður okkur svo bara nokkuð vel í vinnunni. En við tökum alltaf bara eitt að einu, við vitum aldrei hvað gerist á morgun sko. Mikilvægast í þessu er hvað samstilltur hópurinn verður strax frá degi 1. Það var gríðarlega mikilvægt og allir voru á því að leysa verkefnið. Þetta er náttúrulega búið að vera eiginlega alveg ótrúlega smurt samstarf. Það eru bara
ekki neini árekstrar, þetta ólíkir verktakar allt saman og allir tilbúnir að hlaupa til ef það vantar tæki og tól í þetta. Þetta eiginlega algjör snilldarhópur. Það kom einhvern veginn ekkert eitthvað stórt upp á, að mínu viti, nema eldgos. Það er rosalega gaman að koma að því að hversu mikil samstaða hefur verið milli þessar aðalega frá upphafi. Þetta eru í eðlisínu samkeppnisaðilar. Steindór Óli var gerður þarna fljótlega yfirverkstjóra og ekkert mörgum vikum áður höfðum við haldið upp á 50 ára starfsafmæli hans hjá fyrirtækinu. Það var svona límið í framkvæmdinni og lagði líf og sál í þetta eins og allt annað sem hann hefur tekið að sér í gegnum tíðina og var bara gríðarlega mikilvægur þáttur í því ásamt Einari Má frá Íslenskum Maðurverktökum og Ármanni að skapa þessa samstöðu sem varð síðan á verkstað. Og það sem kannski svona endapunkturinn á þetta mikla og skemmtilega samstarf það að verktakarnir tóku sér saman nú á dögunum og ákveðu að skila þess tilbaka til samfélagsins þegar knattspyrnudeild Grindavíkur nálgaðist okkur og hafði mist alla sína stuðningsaðila. Og það var líklega kannski auðveldasta sem við höfum gert, það er að draga saman þessa verktakalla og styðja við þá. Og þessi hópur hefur gengið svolítið undir heitinu Tím Varnargarðar á samfélagsmiðlum hjá starfsmönnum. Það var ákveðið að fara undir þessu heiti og styrkja sameiginlega knattspyrnufélag Grindavíkur og við erum mjög stoltir af því.